Ákomin spurning strax. Gjörðu svo vel. Ég ætlaði nú að spyrja hana Berglindi því að hún var að tala að grunntrygging héldist á Íslandi en það væri hægt að virkja hana ef fólk kemur heim í frí. Hvað þarf til þess? Þarftu að hafa samband fyrirfram? Tekur það langan tíma? Hvernig er þetta? Heyrist í mér? Já. Já, takk fyrir spurninguna. Það þarf að sækja tímabundna tryggingu fyrir lífeyrisþega og það er í rauninni umsókn það inn á heimasíðu Sjúkratrygginga. Við mælum með því að hafa fyrirvara. Afgreiðslutími getur verið pínlítið misjafn en að sjálfsögðu reynt að forgangsraða ef það er mjög stutt í ferðina. En auðvitað getur það síðan kannski komið fyrir að fólk þarf bara óvænt að fara heim og einhvað kemur upp á akkurat á meðan á því stendur og þá reynum við að leysa úr þeim málum eftir á. En þá vissulega getur fólk lent í því að koma upp í kerfum hjá læknum á Íslandi sem ósjúkratryggðir og þarf þá að leysa úr því eftir á. Getur jafnvel búist við að þurfa að greiða og fá endurgreitt. En aftur, við reynum bara að leysa þessi mál hvert sig. Fyrir verið bestur ef hægt er. Fleiri spurningar? Spurning hérna, Gjörður. Já. Góðan daginn, takk fyrir góða fyrirlestra. Mér langar að spyrja varðandi sjúkratryggingar ef fólk fer á einkasjúkrahús. Það er ekki rétt hjá mér að þetta gildir einungis almenn sjúkrahús. Hvernig ferlið er þá ef maður notar einkasjúkrahús? Þú ert að tala þá innan Evrópu, vænti ég. Jú, það er rétt að ef að verður að sem sagt ef að evrópska sjúkratryggingakortið er notað, þá erum við að tala sem sagt styttri dvöl, ekki búið að flytja lögheimili. Ef að það er notað, þá gildir það hleypir manni inn í opinbera kerfið í því landi sem maður er að fara til og það er þá almennt ekki einmitt einkasjúkrahús. Það er hins vegar mögulegt að ef að fólk eru stuttri dvöl að einkatryggingar taki þátt í slíkum kostnaði og eins er ákveðin heimild til endurgreiðslu á grundvelli svokallaðrar landamæratilskipunar. Það er eitthvað sem við skoðum eftir á. En maður getur ekki búist við því að geta framvísað EES-kortinu sínu á einkasjúkrahúsi og gengið þar inn í gjaldfrjálsa eða gjaldlitla þjónustu. Svara það spurningunni. Já, góðan daginn og takk fyrir fróðlega erindi. Mér langar til að spyrja hvort það þarf að gera eitthvað í því ef að maður dvelur til dæmis 4 mánuði í Íslandi og svo restina af árinu í fleiri en einu landi þannig að maður nái hvergi 6 mánuðum. Þarf að gera einhverjar ráðstafanir þá og þetta á kannski við bæði skattinn, tryggingar og allar ykkar 3 þarna sem sitja til hægri. Hver ætlar að byrja? Já, það er rauninni spurningin hvar er bækistöð þín? Hvar er heimilið þitt? Er heimilið þitt á Íslandi og þar ertu með þína hagsmuni, þar ertu með þitt heimili, þar ertu með þína tómstundir eða þína atvinnu eða þitt líf í rauninni. Ef að það er málið að það er á Íslandi, að þá myndi ég telja að það þyrfti ekki að gera neitt. En þetta er samt erfitt fyrir okkur að segja nákvæmlega í þessu að því að það er bara miðað við lengri en 6 mánuði erlendis í lögunum en það snýr að því að hvar er bækistöðin, hvar er heimilið þitt. Svo sem geta ekki svara þessu á annan hátt. Já, þetta er kannski bara svipað með skattinn að við miðum mjög mikið við skráningu í þjóðskrá. Þannig að ef þú ert skráður með lögheimili hér þá teljum við þig skattskyldan hér allt árið og þú bara nýtir þeirra réttinda sem því fylgir og náttúrulega ber þær skyldur sem það ber líka. En ef þú flytur úr landi og þá ertu komið með þessa takmörkuðu skattskyldu. Þannig að það er í rauninni, þetta er kannski bara svona svipað matið, hvar
áttu ennþá fasteignina þína hérna á Íslandi, þú veist, ganga börnin í skóla og hvar eru svona persónulegir og fjárhagslegir hagsmunir hverju sinni. Þannig að ef að það er hér, þá er það mjög líklega að þú væri bara áfram skattskyldur hér á landi þó svo þú ferðist út hvippinn og hvappinn meir en helminginn á árinu. Takk fyrir. Ég með aðra spurningu fyrir Berglindi varðandi réttin til að fá útgefin S1-vottorð. Getur það verið misjandi eftir lífeyrissjóðum á hvaða aldri maður getur farið að draga á réttindin, í einhverjum tilvikum strax 60 meðan kannski maður getur ekki verið farin að draga á öll lífeyrisréttindi eða fá greitt út úr TR. Er einhverja takmarkanir á því hvenær maður getur fengið þetta S1-vottorð að þessu leyti? Hvenær maður orðinn lífeyrisþegi? Takk fyrir, þetta mjög góð spurning. Það einfalt þegar að fólk orðið merkt sem ellilífeyrisþegi í kerfum sjúkratryggingar sem í rauninni 67 ára aldur. Þannig að ef fólk hins vegar hefur töku ellilífeyris fyrr og sýnir okkur fram á að það sé komið framfærslu frá lífeyrissjóði, þá hægt að fá það útgefið. Þannig að það ekki ákveðin aldur sem gildir, heldur það hvort þú sért farin að taka lífeyri. Já, akkurat, framfærslu af lífeyrisgreiðslu. Þetta ein spurning. Já, takk kærlega fyrir þennan fund, mjög fróðlegt. Maður bara fer eiginlega að huga því að flytja erlendis. Það spennandi að eiga við öll þessi yfirvöld. En það nú þannig að þegar við erum komin á eftirlaun og segjum að við flytjum út og við viljum hafa náðugt, en þá samt erum við kannski fullu fjöri og viljum vinna og nú svo auðvelt að vinna fjarvinnu og fyrir Ísland, fyrir íslensk fyrirtæki. Þannig að spurningin hvernig samspil þá á milli kannski mest skattaspurning, eru sömu skattar þá af launatekjum sem maður hefur á Íslandi, búsettur erlendis, eða eitthvað annað sem maður þarf að huga að? Já, takk fyrir spurninguna. Það eru aðra reglur sem gilda laun. Það eru sömu skattar og allt það. Ef við förum bara aftur í samkvæmt landslögum, þá þetta skattskyldar tekjur í Íslandi ef þú vinnur fyrir íslenskan launagreiðanda. En hins vegar koma þá tvísköttunarsamningarnir inn og þeir miða allir samningarnir sem við höfum gert það að tekjur vegna af launaðri vinnu eru skattskyldir þar sem að vinnan innt af hendi. Þannig að ef þú situr til dæmis bara við borðstofuborðið á Spáni að vinna fyrir íslenskt fyrirtæki, að þá ertu skattskyld af þeim tekjum á Spáni og getur þá farið í gegnum þetta undanþáguferli sem ég lýsti áðan. En þetta náttúrulega að því gefna að þá ertu líka búin að flytja lögheimilið þitt út og allt það, sko. Þannig að já. Og þú greiðir þá skatt bara af þessum launum samkvæmt spænskum reglum. En ef þú kemur til Íslands 4 mánuði og situr við eldhúsborðið einhvers staðar, þar sem átt heimili á Íslandi eða hjá börnunum þínum, hvað þá? Þessu skipt á milli eða fer það eftir lögheimilislandinu? Nei, þessu skipt á milli. Ef að vinnan innt af hendi á Íslandi, ef þú kemur til dæmis, þú býrð á Spáni, segjum 8 mánuði ári og svo kemur hérna í 4 mánuði, að þá ber þér að greiða skatt af þessum 4 mánuðum hér á landi. Tökum eina lokaspurningu og svo ég gerði mig grein fyrir að við erum ekki að ná að svara öllum spurningum, það eru margar. En við erum samt að svindla á tíma, við erum komin fram yfir 10, en við ætlum að taka eina lokaspurningu hérna. Já, ég var bara með almenna spurningu að tala ellilífeyri frá 67 ára aldri. Að verða 67 ára þótti nú bara ágætt fyrir 100 árum síðan, en nú lifa allir lengur og í rauninni búið að flestir í fullu fjöru 67 ára og búið að fresta ellinni kannski áratug. Er þetta hugtak ekki orðið úrelt að vera að tala elli 67 ára?
Ég skal svara þessu. Ég var í vandræðum með að skrifa glærur og nota orðið ellilífeyris. Mér fannst það ekki, og lífeyrisþegi, þetta er líka kannski ekki skemmtileg orð. Þannig að fyrirskrift fundarins eftir laun í útlöndum, þetta maður að tala ég veit það ekki, njótandi eftir launa. En þetta er vissulega í sammála því að þetta er eitthvað sem má alveg endurskoða. Já, þá skulum við fara að segja þetta gott. Að lokum vil ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna og ykkur sem að horfa á streymið bara kærlega fyrir að horfa. Og skulum þakka líka bara þessum frábæru konum fyrir frábæri erindi og ég veit að við erum ekki að fá svör við öllum spurningum en skulum reyna að halda umræðinni gangandi, höldum fréttinni gangandi, komum glærunum á framfæri og hver veit við náum að búa til einhvern spjallþráð út frá því. En kærar þakkir Þórhildur, Elín Margrét, Anna Elísabet og Berglind fyrir þátttökuna. Við skulum gefa þeim gott klapp. Og ljúkum hér með fundinum. Takk fyrir.